Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn. Til mín kominn Sigurbjörn Árni Arngrímsson, en hann skólameistari á Laugum. Velkominn. Takk fyrir. Þið eigið stórafmæli. Já, við erum, framhaldsskólinn var 30 ára núna í haust. Skólasagan á Laugum nú svo sem lengri, frá 1925, en þetta 93. árið sem þarna skólahald, en framhaldsskólinn sem slíkur var stofnað 1988. Já. Og við heldum stóra afmælisveislu á laugardaginn síðasta, 1. desember, og tengdum hana, heldum saman upp á þetta með fullveldishátíð Þingeyjarsveitar og Skútustaðahrepps. Og úr var svona eins og hálfs tíma dagskrá með kaffi og eftir, mjög skemmtileg dagskrá og flott dagskrá. Og vel sótt. Já, það var allt ófært og það var allt ófært en ég fekk 270 manns, enga síður. Fólk hefur brotið sér leið. Já, menn komu margir gegnum ýmislegt. Þú ert skólameistari þarna, búin að vera síðustu 3 ár. Já. Það ekki margir svona skólar með heimavist, það nokkuð? Nei, það svona kannski við og Laugavatn þessi gömlu heimavistarskólar í sveit. Það svo sem heimavistir á stöðum eins og Sauðárkróki og Neskaupstað og Akureyri og Ísafirði. En þetta svona kannski þessi 2 skólar þar sem nær allir nemendur búa á heimavistinni og eru hjá okkur 24 tíma sólarhringsins og margir hverjir 7 daga vikunar. Já. Ætli það sé ekki dálítið mikill munur að starfa við svoleiðis skóla heldur en venjulegan? Jú, ég held að getur alveg verið það. Þú ert ekkert endilega laus. Það svona ákveðin bakvakt allan sólarhringinn. Það að segja þegar eitthvað að þá læt ég kalla mig út og þessi krakkar geta hringt í mig, húsbændur eða raunverulega ýmsa kennara, námsráðgjafa. Það eru raunverulega allir boðnir og búnir að styðja við þau. Þetta svona kannski annað en þegar krakkarnir bara fara heim klukkan 4, þú getur bara lokað dyrunum og fara heim sjálfur. Já. Heldur að þessi skóla sé eitthvað að líða undir lok? Er þetta eitthvað sem við höfum að hafa áhyggjur af að hverfi? Eða viljum við þetta hverfi? Hvernig er það? Ég held að við viljum ekki þetta hverfi. Hins vegar getum við alveg haft áhyggjur af því vegna þess að og ég skil það mjög vel að börn eru börn lengur en þau voru og fólk veigrar sér stundum við því að senda krakkana sína frá sér. Það eru auðvitað fólk sem á aldur við mig eða aðeins eldra sem var alla sína skólagöngu í heimavistarskóla, bara byrjaði heimavistarskóla 7 ára, það myndi engum detta það í hug í dag og þannig að það er alveg möguleiki að svo tímapunktur komi að fólki lítist ekki á að senda börnin sín í heimavist, en á móti kemur einhvers staðar þurfa þau að búa og það búa ekki allir á Akureyri eða Reykjavík, þannig að þeir sem búa út á landi þeir þurfa eitthvert að fara og þá er þetta svona góður kostur því að þarna getur þú flutta heiman án þess að flytja alveg að heiman. Það er að segja, það er eldað ofan í þig, það er þvegið af þér en þú samt sem með þitt svona prívat líf og það er ekki verið að anda í hálsmálinu allan tíman. Losnar við leiðinlegu ákvarðanir. Ég segi alltaf að það leiðinlegasta sem ég geri sem fullorðinn maður, það er að ákveða hvað að vera í matinn. Það er ekkert mál að elda matinn en að ákveða hvað að vera í matinn. Þú eldar eitthvað í matinn og það er allir óánægðir með það var fiskur í hádeginu í skólanum eða eitthvað. Kannastu það? Já, þannig að þau losna alveg við þetta. Já, akkurat. Þú getur prófað að flytja heiman á þess að flytja alveg að heiman. Krakkarnir sem eru núna þarna í skólanum aðallega úr sveitinni, fólk að koma bara alls staðar að í skólan? Já, hefðbundin skipting hjá okkur hefur verið svona 1/3 af höfuðborgarsvæðinu, 1/3 af svæðinu Eyjafjörður til Vopnafjörður og 1/3 annars staðar af landinu. Eyjafjörður og Vopnafjörður að verða stærra hjá okkur, það að verða svona 45–50%. Reykjavík heldur nokkuð sínu svona hausatölulega séð og það minnkar þá annars staðar af landinu, enda á fleiri og fleiri stöðum að verða svona útibú sem eru rekin í heimabyggð, eins og ég reka á Vopnafirði og Þórshöfn, þá reka aðrir skólar útibú á Patreksfirði, Hólmavík, Blönduósi og einhverju svona stöðum. Akkurat. En er ekki gaman að sjá þessa hópa hittast þarna, þetta er svolítið suðupottur, fólk alls staðar að einhvern veginn og... Jú, það myndast oft mjög skemmtileg stemming, menn eignast í svona skólum, eignast með yfirleitt vini fyrir lífstíð og það er svolítið gaman að segja frá því að það er ótrúlega mikið af fólki sem hefur farið í gegnum Laugaskóla, svo sem 93 ára saga, en ef við gerum okkur grein fyrir því að það er aldrei nema svona 100–140 manns á hverjum vetri í skólanum, þá er þetta ótrúlega hátt hlutfall og langflestir telja sig Laugamenn þó þeir hafi ekki klárað á Laugum, þó þeir hafi jafnvel bara verið hjá okkur 1 vetur eða 2, að þá líta þeir samt sem áður sem Laugamenn og þú veist, það eru,
Múkisson var hjá okkur, við vorum saman, þá var reynda bara kallaður Öddi, en sem sagt var að byrja í tónlist og svona sko, og hann lítur að lása sem laugamann þó hann hafi farið síðan allt annað, allt aðra leið í lífinu og fleiri sko, þannig að það er svona ýmislegt svoleiðis. Gaman að því. Er eitthvað svona sérstakt sem að þið viljið meina einkenni skólastarfið ykkar, eitthvað svona sem aðrir hafa ekki kannski? Já, við erum með, sem sagt, okkar kerfi sett upp aðeins öðruvísi. Við erum með samfelldan skóladag, það er engar eyður, engin göt, og við byrjum 9:30 og endum 3:30. Og þú ert bara í skólanum á þeim tíma, hver einasti nemandi fær vinnuborð, sem sagt það sem hann getur geymt dótið sitt, og ef hann er ekki í fagtíma, að þá sem sagt hann við vinnuborðið að vinna. Við erum með þrenns konar tíma, við erum með fagtíma, bara þessa hefðbundnu ensku og stærðfræði tíma, og þeir eru 2 sinnum í viku yfirleitt. Síðan erum við með svona námstíma þar sem nemandi getur setið við borðið og unnið og við vilt einn kennari með, þá þetta kannski litlir hópar, 5 og upp í 10, 12. Og svo erum við með 4 hálfa daga í viku, þar að segja mánudags og miðvikudags eftirmiddaga og 5. og 1. mótna, þá erum við svo kallega hóptíma. Þá eru allir nemendur skólans við vinnuborð sín og einhverju 5, 6, 7 kennarar með þeim, og í þessum hóptímum þá geta kennarar pantað að taka út nemendur. Þannig að nú er ég kannski með verklega kennslu í líffræði, þá tek ég það í þessum tíma, bara panta það með hálfsmánaðar fyrirvara. Eða ég vil hafa próf, eða ég ætla að horfa á bíómynd sem er 3 tímar, eða sem sagt, eða ég þarf að hitta það í 20 mínútur, þá erum við ekki bundin af 40 mínútna tímum. Og þá það nýtist tími kennarinn og nemendina betur vegna þess að kennararnir geta samnýtt tíma. Ég kannski kenna líffræði og ætla að hafa sínaði mynd frumuna, klukktíma heimildamynd frumuna. Þú ert enskukennar og spyrir þér heimildamyndin á ensku og ég segi já, herri, þá kem ég með enskuhópinn minn inn og við horfum á svo mynd líka og gerum verkefni upp úr hún á ensku. Og ef sami nemandinn með bæði líffræði og ensku, þá er hann raunverulega í 2 tímum á sama tíma. Allir okkar hóptímar byrja á standandi fundi, fyrstu tíminn þannig að nemandinn kemur inn, hann er spurður hvað ætlar að gera í fyrri tímanum og seinni tímanum, já, ætla að vinna í ensku, ætla að vinna í þessu, vantar því hjálp, þá er það merkt við það, kennari kemur og hjálpar honum, þannig að þau þurfa að vera undirbúin, búin að ákveða hvað ætla að gera, skipuleggja sig og við vitum hvort þau þurfa hjálp og hvort svo þurfa hjálpa og þeirra búið að hjálpa þeim og svona, þannig að við erum að reyna að gera þetta sem sagt effektívar í tíman, þannig að þau séu bara búin 3:30, tökum allar íþróttir eftir 4:00, en allir skóladagur á að vera búin 3:30. Ef þú nennir að vinna við vinnuborðið þitt. Já, en ef þú nennir ekki að vinna, þá kannski þarf að vinna það upp. Þetta er bara eins og, þetta er nákvæmlega eins og ég, ef ég er í minni vinnu og nenni ekki að klára það, fer á Facebook eða sitt lengi í kaffispjalli við einhvern pólitík eða eitthvað sko, að þá náttúrulega þarf ég að vera frammittir. Og er þetta kerfi sem hefur verið með í einhver ár? Vinnustofukerfið hefur verið með frá svona 2007, en í fyrra breyttum við þessu í þessu hóptíma, námstíma og við breyttum því aðeins upp til þess að nýta okkur tæknina betur, við fara meira yfir í vendikennslu og svoleiðis. Hafið pláss fyrir fleiri nemendur eða eru þið alveg stappfullir? Við höfum pláss fyrir fleiri nemendur. Það er mjög heppileg tala að vera með svona kannski 110 nemendur, 90 allt í lengst, bilinu 90 til 110 nemendur og við höfum nokkur pláss, allir sé ekki svo það er 87 hausar hjá mér núna, en þeir eru ekki allir í fullu námi, þessi sumir eru utan skóla. Þannig ef einhver er að horfa og blóðlangar að koma, þá er kannski hægt að koma á vorin? Hægt að koma á vorin, já. Að líka því að framhaldsskólakerfið er orðið 3 ára, en 3 ára framhaldsskólakerfið er raunverulega 3,5 árs framhaldsskólakerfi, sem þýðir það að þetta er raunverulega 3,4, þannig að það eru margir sem klára 3,5, sem þýðir að það er alltaf einhverjir sem klára áramót. Þannig að það er alltaf meira laust á vorin heldur en haustun. Nú er tíminn hlaupinn frá okkur, það var gaman að heyra af starfinu í Laugaskóla og bara til hamingju með afmælið. Þakka þér fyrir. Og gangi ykkur vel. Takk.